Heiði, gaman að sjá okkur. Velkomin í nýtt videoblogg ár. Videoblogg Byssunar er ný síða og ég mun þar deila skemmtunum vídeóm og uppistandi og fleiru og minni síðu sem þið eru vantarlega einhver að horfa á núna. Það er nýtt videoblogg. Ég ætla ekki að kalla neitt nema þetta er mjólkurdrykkjukeppni. Ég fékk með mér lið atvinnu myndatökumenn og atvinnu drykkjumenn, mjólkurdrykkjumenn, ekkert annað. Við erum að tala Jón Brynjar og Björnsson og Matthías Leifsson. Og við ætlum að drekka sér þetta, ég búinn að taka Gallon Challenge áður sem er 3,8 lítrar á innan við klukkutíma, má ekki gubba í kúka eða pissa í kortur eftir. Það sem við ætlum að gera, 20 mínútur, við erum búin að kaupa mjólk, 4 lítra hver, 20 mínútur af mjólk, eins mikið við getum. Sá sem að vinnur, 1 af 3, sleppur við það að segja vandræðalega sögu eða leyndarmál og deila því í þessu vídeói sem þið fáið þá að sjá í lok. Erum við að byrja? 20 mínútur. Shit, wow, ég er stressaður sko. Í maður, það byrja þessu. Þú nefnir það? Það er tissue. Já, það er tissue. Það bannaði mér svona gríningur. Ég bara... Stýttu! Æ. Kom úr nefnir það. Þetta kom úr nefn á mig og... Það er ég bara þetta. Byrjar ekki gæfulega fyrir mig. Shit. Og þú sagði vond líkt af þessu og var ég sammála sko. Það er svo sem ég ælulykt á þessu. Ég get þetta ekki. Ok, ég ætla að setja í glas líka. Fuck. Sko, ég er ekki þambar en ég er með taktík, sko. Slow and steady, sko. Bara ég... Er þið með heila lítar í þessu? Já. Wow, ég þarf að hella sjö fyrst eða að klárast ég á þetta smá eftir. Ég er með smá klíu, sko. Ég finn alveg ægilega myndasamsefnum. Ekki satt. Þetta er ógeðslegt. Þetta er viðbjóð, sko. Ertu að fá það? Nei. Hvað? Ég var næstum að jarma. Þeir eru í sögunni. Jarma, það er ekki... Það er ekki mjólk, sko. Nei, það er ekki mjólk. Búa sama heimil? Ég kann segja þetta. Nei! Ég get þetta ekki. Það er að segja brandara? Nei. Það er búin að segja annað... Það er búin að segja mammútbrandarann? Já. Nei, sko, lyktin... Hvað þetta gera? Það að sé það? Ef þú hellir niður, þá er þú leik. Ég get hella niður. Nei, ok, ekki hella niður. Ég er búinn með Það var að lepja mjólkina núna eða? Já. Við sýnumst allir á svipuðu leiti, sko. Já. Sko, ég líka, ég er klónglítur. Það er alveg. Tókum kiss. Nei, þú ert langt en það... Hættu greið! Sorry. Súpaði. Sorry. Súpaði. Herri, þannig ég kom nýja takt. Sorry. Já, þið var að hlæja. Nei, þá er ég að kubba með 2 af þér. Ég er á öðrum lítur að klára hann. Shut! Ég kom hann eftir það. Já, þú séð svona þetta. Þetta er sko, if you ain't first you're last, þannig að það er Jesse Stafford, sko. Oh my god. Þetta er ógeðslegt. Þið fatt ekki hvað þetta er ógeðslegt, sko. Nei, ég meina, mér er bara að fara að líða illa. Það sem ég tala það get ekki að... Tókst ekki 3 lítra á 40 mínútum? Jú, 1 desilítur og ég byrjaði með smá keksi, svo gæti ekki með að mæn innbyrti ekki meira, sko. Það byrjar alveg vont, svona. Jón Brynjar, maður sem ætlaði að drekka 6 lítra á öðrum lítra. Þetta byrjaði að vera vont. Þú búið með sko 1 lítur eitthvað. Ég 1,8-10. Váká, Matti er pappakassi, sko. Nei, ég er ekki pappakassi, ég er bara... Mér er aldrei liðist á það, sko. Ég er taktík, ég er svo neskvöld, hvað? Svo ég var ekki búin að því. Hefur talað um teiknumyndir, eða? Þetta var gott, sko. Þetta var gott, sko. Þetta er gert upp. Það leifar að gerast upp núna, maður tók hlustum. Ef hann gefst upp þá þarf hann að taka 2 leyndarmál 1. Já, samanlega. Nei, ég gefst ekkert upp, ég var að tjökka hennan að rétta. Ég með langast ekki að drekka, þetta er svo vont. Þetta er svo vont á fucking bragðið, maður. Ertu að koma að því það? Já. Hæ? Já. Hann er að búið með þig,
Nei. Ég er á 3. lítra. Þú er 3. lítra? Þú er á sömu stað? Já, við erum á sömu, en þú er komið hérna aðeins lengra. Það er hver sopið þig svona það hella hérna yfir bringuna. Ég er komin 8 mann á leið, sko. Já, ég meina ég er komin 40, sko, það var fyrir mjólkina. Ætlar hann ekkert að koma út! 4 mínútur undir. Nei, ég get ekki hreyft mig. Ég byrja að skjálfa, sko. Viltu með þig? Viltu með þig? Viltu með þig? Það er hljóður! Þetta er besta sigur! Þetta er besta sigur! Herri, Matti, það sé ekki ógslegt eitthvað. Það er ekki að dúka! Þetta er að gerast! Game over! Hann er game over! Það er 1 af 3 og 10. Ég er ekki búinn að æla. Þú er búinn að tapa, þú ert vondað eftir. Ég er ekki búinn að tapa. Þú ert aldrei að klára með lítir á 3 mínútur, sko. Hættu, Jónbrynjar, hættu. Hérna Jónbrynjar, tjöggarinn, hann er hérna í basli, sjáu þetta? Þetta sem ég á eftir af 3 lítrum. Nei, ekki geta, Jón. Fokk. Ég er bara að gera alltaf að heyra leyndarmálið þeirra. Ég er kannski bæta þetta skemmtu sögulóki. Ég get þetta ekki. Ég get. Ef að Jón er hættu þá ætla ég ekki að þykast ekkert á 3 lítra. Ég fyllir svo vel út í bólið minn. Það er svo séu 10 myndaðalar á mér. 20 næstir. Ég er með hausverk, með svimar, ég er off. Ég er búinn að vinna þetta! Ég er off. Ég er búinn að vinna þetta! Ok, ég get vant að staðið upp. Nei, ég get ekki klára þetta. Taktu kameruna með maður. Oh my god. Ég er að deyja í maganum. Ég er að deyja í maganum. Ekki góð. Vá. Ekki góð. Strákar. Akkur var ég aðeins maður. Matti er líka. Opnaðu hérna. Ói, Matti! Akka á gólfið! Hvað er að því, maður? Jesus Christ! Það er einhver að spreyta belju eða? Það er ekki svo vond lykt að þetta er fest. Hvað við þetta? Ég hef aldrei ælt með nefnum. Herðu. Jesus Christ, Ingvar. Sjá þetta. Nei, ég vil ekki í hóttumir. Sjá þetta. Ég var að drekka Það er allt hvítt, sko. Þetta sjá hérna. Já, tökum hitt svona hvernig. Hvað er þetta? Hérna. Dói! Hvað er það? Sér, þú varst ekki tóma maga. Þú skvindrar í lyktina þessu maður. Ég er ákveðan, sko. Ég hef ekki guppa. Sko, ég er ekki með guppa, þeir eru bara með guppa. Ég hef ekki, þegar þú þrýfir það. Ég þrýf þetta ekki. Ég ætla að klikka. Meðan, sjófinni. Ég hef ekki guppa. Síðan ég var lítill, bara svona 10 ára. Hvað er ekki að guppa? Það komið fyrst 2 hellur sem voru bara svo semi-brúnar, eða svona, bara venjulegir litur. Svo kom bara glæmhvít. Eins og það kom undan hennar. Nú veit ég hvernig undan hennar gerð, af því ég var að skila henni bara á vaskina. Hvað, þeir eru ekki að hljóða matta á það, meina? Matti, meira það? Má ég sjá, kannski ég sé það, má ég sjá. Það verður að sjá, þetta er bara hvítt, sko. Wow. Já, þetta er 90% staði að það gerði það sko fastandi maga. Já, ég veit það. Það er ekki með neitt í maganum. Sem var taktík hjá honum. Matti, hvernig gekk taktíkinn, segðu? Það var vond lykt í nefn á mér, sko. Ef var að panta okkur hérna... Dominos. Já, ef að bókur hérna pönnupizza. Líður maður svona á djammur. Svona slæmu djammi. Já. Hvað sé þetta? Ég drakk 2,9 lítra.
Jón drakk 2,5 og Matti drakk 2 sem þýðir það að ef að Jón hefði ekki vælt það að 2 þyrfti að taka sögu eða leyndarmál, þá hefði hann sloppið. Hann sagði, jó, það sem ég drekk 6 og þið tapið, þá vil ég þið báðir segja leyndarmál. Þannig að hann tapaði hér. Þetta er nærmur vel. Þetta er kannski svona það sem bara fáir vita. Já. En sem sagt, ég, Jón og Lekku tókum smá keppni daginn. Það hefur ekkert komið af þessu ennþá á netið hjá okkur, en ég sem sagt tapaði eins og núna og þurfti að taka út alveg virkilega skelfilega leiðilega refsingu. Og ég held að mér aldrei liðið jafn illa á mínu lífi þegar ég tók út þessa refsingu. En ég þurfti sem sagt að halda kynlífsfyrirlestur fyrir foreldra mína. Sem til á teipi. Sem til á teipi, þetta var allt tekið upp og var aldrei vitað nema þetta komið á hið blessa internet einn dag. En þarna þurfti ég bara að útskýra sem sagt sko á PowerPointi, ég var bara með sjónvarpið og PowerPoint-glæru sem hann Jón Foreldrarnir tiltu sig bara hér. Þeir tiltu sig bara þennan sófa, nákvæmlega og þú varst bara hér með sjónvarpið. Hérna var ég bara tilbúin í jakkafötunum. Tók bara mótem og bæði fá sér sæti og bauði mjólk og kaffi og mjólk og kaffi. Og Síðan bara kveikti ég á sjónvarpinu, Jón tengdi tölvuna svona við og ég vissi ekkert hvað var í gangi náttúrulega, ég vissi ekkert hvað var á glærunum. En þú vissir þetta er kynlífsfyrirlestur? Ég vissi ég vissi þetta var undirtengjast í. Já, en þú vissir ekkert hvað var. Nei. Og síðan bara byrjaði ég og það bara útskýrði kynlíf samkynhneigðra og útskýrði, þú veist, þessa stellingu og hitt og foreldrar mínu svona, ég veit, stundum var bara þessi típan sko. Og stundum voru þau bara, þú veist, hlæjandi eitthvað af mér, en mér leið mjög illa. Þegar ég var yngri, 15 ára, þá var ég sérkomlega óþægilega. Þetta er bara, þú byrjar svona að hika, þetta er svona, ég byrjar að eins og sé á viðbröð frá kamerunni. Nei, þetta er ekkert skrítið en þetta er óþægilegt, segja frá sig. Þá var ég 15 ára og var greinilega, ég var bara, ástfanginn af Hilary Duff. Svo ég útskýri hvað ég meina með ástfanginn. Ég meinaði þá var ég að stegast í að horfa á Lizzie McGuire, það var eitthvað að hafa hættir þarna stöðlu. Eitthvað þarna fæfið. Og þarna, ég sagði, þetta... Og var þetta alveg sætt stelpa, skilur? Já, sætt sko. Veit að því ekki, útskýri þessa ást. Já. Útskýri þessa ást. Varst þú bara Hilary? Fyrst að það er ekki... Nei, ok. 15 ára og langa að knúsa hana og svona. Já, ok. Geinu blóm og svona. Geinu blóm, já. Þið eru númerinn og svona, ekki eitthvað pók á Facebook og eitthvað. Ég veit alveg hvað að liða upp að. En hvað þú veist, hvernig tjáðir þú ásina? Hvað ásakinn? Já, ég sendi hérna í hittin á þessu ári og þá sendi ég henni 3 bréf á eitthvað atriði sem ég fann á heimasíðu LizzieMcGuire.com. Bara Lizzie@McGuire.com. Á hvað e-mail sendur þú? Ok, þetta var ekki eitthvað heyrðu, bara ég elskaði bara að vera saman. Hvað skrifaði þú? Og hvað skrifaði 4 bréf? Þetta voru 3. Alltaf 3, nei þetta var 3, þetta var ekki meira. Ok, voru þetta handskrifuð bréf? Nei, þetta var, ég prentaði út, já, ég prentaði út. Nei, ekki tölvupóst. Þú skrifaðir? Setti, já, frímerki og... Og þú fór þetta eitthvað postfang, það var ekki sett e-mail, þetta var ekki tölvupóstur. Ég var svo mikið að vonast þetta í því, þá er þetta að grafa þetta kannski upp. Já, ég held að það væri þannig, þú ætti það. Ég var bara... Þannig að þú keyptir frímerki fyrir einhverja 200 krónur og sendið til Bandaríkjanna. Mamma átti frímerki. Þú staðst þetta mömmuðinni í frímerkjum. Til að senda... Þetta var fyrir allt heimili, þetta var fyrir allt heimili, sko. Já, ég veit, næsta lagi heim er eitt lag með Brimkló. Bara svo lítið lengur, saman við 3, gubbum í vaskinn. Mjólkinni. Það er svo huggulegt hér. Og svo bara Viktor í herbyggjarni tíma. Takk fyrir.